Nú ætlum við að halda áfram með 3. kaflan úr bókinni Mannslíkaminn, en þessi kafli fjallar blóðrásina. Það eru 4-6 lítrar af blóði í fullvöxnum manni. Það svolítið breytilegt eftir bara stærð fólks, en í blóðinu annars vegar blóðvökvi og hins vegar blóðfrumur. Blóðfrumurnar skiptast í rauðkorn, sem kölluð rauðblóðkorn, hvítkorn, sem eru líka kölluð hvítblóðkorn, og svo blóðflögur. Við skoðum á eftir hver munurinn á þessu er. Þessar blóðfrumur þær myndast í beinmerg, sem er mjúka efnið inn í miðju beininu. Það er bara allra stæðstu bein sem hafa rauðan beinmerg. En þær kallast stofnfrumur, blóðstofnfrumur, frumurnar í beinmergnum sem mynda þessi blóðkorn eða blóðfrumur. Rauð blóðkorn eru bara með eitt hlutverk. Þau innihalda efni sem heitir blóðrauði, kallað hemoglóbín á ensku, og það bindur súrefni eða koltvísýring í sér, og þannig getur blóði flutt súrefni frá lungunum til líffæranna og koltvísýring tilbaka. Það er hins vegar þannig að ef blóðkornin komast í tæri við efni sem heitir koleinoxíð, það er efni sem myndast við bruna, til dæmis í bruna þegar bílar er í gangi og eða kerti, að ef það er of mikið af CO, ekki CO2, heldur CO, þá binst það við blóðrauðan mjög fast og losnar í raun ekkert strax frá. Þannig að það safnast fyrir í blóðinu og þá verður fólk þreytt og endanum sofnar bara rólega út og svo deyr það bara. Það er ekkert til við þessu annað en að koma fólki úr koleinoxíð menguninni til þess að koma súrefni inn í blóðið aftur. En það tekur svolítið stund en er stór hættulegt ef að fólk er of lengi í koleinoxíð mengun. Blóðflögunar eru svolítið vinnumennirnir í, eins og þessi kallar hérna, í blóðinu, en þær eru svolítið ólíkar flestu vinnumönnum að því leitinu til að blóðflögurnar þær fórna sér í að loka götum á æðunum. Þær leggjast í og svo myndast svona þræðir sem bindur þetta allt saman og þannig storknar blóðið í sárinu og þá myndast hægt og hægt nýjar frumur í staðinn. Þetta tekur svolítinn tíma, í flest lítil sár gróa nú 1, 2, 3 sólarhringum, en brot getur tekið eða djúpa skurði getur tekið einhverja vikur að gróa almennilega. Vessaæðarnar eru hluti af ónæmiskerfinu. Það eru æðar sem að liggja meðfram eiginlega eða með bláæðunum og í þeim er bara vökvi úr blóðinu og það er liggja til og inn í blóðrásina aftur nálægt hjartanu, en á leiðinni fer vessin í gegnum eitlana. Það er mikið af hvítkornum sem ég segi ykkur frá þetta í smástund og það er oft verið að berjast við sýkingar. Það eru til dæmis eitlar í hálsinum á okkur, undir kjálkunum, ofalega í hálsinum, og ef við erum lasin með hálsbólgu sérstaklega, að þá bólnaði sér eitlar út og þurfa að finna fyrir þeim. Finnum ekkert fyrir þeim venjulega, þeir eru svo litlir. En þeir geta bólnað upp þegar við fáum sýkingu og það eru eitlar víðar í líkamanum, til dæmis í handakreikunum og í náranum, en þeir bólna nú sjaldnast upp þannig við finnum fyrir þeim þar. Hvítu blóðkornin eru svolítið löggurnar í blóðinu hjá okkur. Þær sjá að merkja og drepa það sem á ekki að vera eins og bakteríur, en þær gera ansi mikið meira heldur en löggurnar gera, því þær bara merkja ekki eða drepa. Löggan vill nú helst ekki drepa, hún vill meira fjarlægja það sem er óæskilegt, en hvítukornin þau borða líka það sem ekki á að vera og það gerir löggan nú ekki. En þær eru á nokkrum gerðum. Átfrumur, þær éta það sem á að éta. Svo eru svo kallar T-frumur sem merkja hvað á að drepa og hvað ekki, og B-frumur sem að sjá að búa til mótefni, og það eru átfrumundar sem að drepa í raun það sem á að drepa, og það reynsa líka til og eftir, mjög mikilvægir.
Ónæmiskerfið man eftir þeim sýkingum sem það þurft að berjast við, eins og til dæmis kvef. Við fáum aldrei sömu tegundin af kvef aftur af því að ónæmiskerfið kann á hana. Vandamálið bara hvað til mikið af mismunandi tegundum af kvefi, svona fáum við kvef nánast á hverju ári. Það líka hægt að sprauta okkur með mótefni eða bóluefni, að það oft svona vægt einkenni af þessari viðkomandi veiki. Þá verðum stundum pínu lasin eftir bólusetningu af því við fáum í okkur svona væklað einkenni eintak af veikinni. Þá lærir ónæmiskerfið á þetta og þegar alvöru veikin kemur þá kann ónæmiskerfið að bregðast við þessu. Eins og til dæmis hlaupabólu fáum við bara einu sinni því að líkaminn lærir bara á hana og það kann það sem eftir er. Blóðið í okkur á mismunandi blóðflokkum. Það eru til 4 blóðflokkar, A, B og O. Svo þetta bæta við þetta plúsum og mínusum og alls konar táknum í viðbót, en þetta eru svona grunnflokkarnir. Ef við förum í aðgerð, eins og þessi bánsi hérna að bíða eftir, að þá skiptir máli, ef við þurfum á blóðgjöf að halda, alltaf þegar fólk fer í aðgerð þá blóð til taks. Ef það skildi þurfa blóð, ef það verður mikil blæðing, þá skiptir gríðarlega miklu máli að blóðið sé af réttum blóðflokki. Það mega reyndar allir fá O blóð og þess vegna það blóð notað þegar við lendum í slysum og það ekki tími til þess að kanna í hvaða blóðflokki við erum. En annars ef við erum að fara í aðgerð sem ber vitað að fyrirfram, þá alltaf haft rétt blóð til taks, þannig það sé hægt að gefa okkur eftir aðgerðina. En þá þessu lokið.